Velkomin í þáttinn. Í dag erum við að fjalla Hyundai Ioniq 9 Performance. Þessi Ioniq 9 er byggður á sama grunni og systurbíllinn hans, Kia EV9. Helsti munurinn er samt sá að Kia EV9 lítur út eins og múrsteinn, á meðan að þessi Ioniq 9, hann lítur út eins og hann hefur allavega séð hvernig vindgöng líta út að innan. Hönnunartungumál þessa bíls er mjög áhugavert, eins og sést best hérna á framljósunum. Þau eru öll svona pixluð eða ferköntuð og minna mann helst á eitthvað sem hefur verið framleitt í Minecraft. Þetta hönnunartungumál heldur svo áfram hérna að aftanverðinni. Hérna sjáum við fleiri pixluð ljós alla leið í kringum afturhluta bílsins. Einnig er þokuljósið pixlað sem og bremsuljós hérna niðri líka. Er þetta fallegt? Veit það ekki, smekksatriði, en þetta er svo sannarlega öðruvísi. Hvort sem þið finnst þessi bíl ljótur eða fallegur, þá getur þú verið viss að það mun allir vita að þú keyrir á Hyundai. Þú ert ekki að fara að rugla þessum bíl saman við neitt annan bíl. Þetta er ekki eins og með marga aðra nútíma bíla sem eru keimlíkir og minnir mann kannski meira á þrýstikistur eða ískápa eða einhvers konar heimilis áhald. Þessi er unique. Hann er Ioniq. Þetta er 7 manna bíl sem þýðir að það er þriðja röðin af sætum hérna aftur í skotti. Það er pláss fyrir 2 einstaklinga og er það einkar handhægt að lyfta þessum sætum upp eða fella þau niður. Maður ýtir bara á þess að takka hérna og allt er sjálfvirkt. Hérna aftan í skotti er líka venjuleg heimilisinstunga. Þannig getur maður sett hræruvélina sína í samband eða expressovélina eða hreinlega hlaðið annan rafmagnsbíl í gegnum þessa instungu. Ef þú ert með röð númer 3 niðri þá færðu 908 lítra af plássi aftan í skotti, sem er freka mikið pláss. Ef þú ert með þriðju röðina uppi þá færðu samt einhverja 335 lítra af plássi, sem er alveg ágætt. Ef þú hins vegar setur röð númer 2 niður, þá færðu einhverja 2419 lítra af plássi, sem gerir bílinn í rauninni að sendiferðabíl. Ef þú ert farþegi hérna aftur í þriðju röðinni, þá færðu USB-C innstungu sem eru 100 watt. Þú fær líka glasahaldara og þinn eigin hátalara. Það er hérna aftan í þessum Ioniq 9 þar sem galdrarnir gerast, út af því að hér er ekkert nema pláss. Ég gæti lent jumboþotu á milli hnjána á mér og farþega sætisins. Svo erum við með skeigðar rúður og uppdraganleg gluggatjöld. Þetta er fullkomið ef að þú ert með lítil ungabörn hérna aftur í og þetta verja á þeim augun fyrir bjarta sólina. Mér þykir heldur ekkert ólíklegt að þú ætlar að koma fyrir barnabílstólum eða einhverju með Isofix festingum hérna aftur í út af því að þessi bíl er í rauninni hannaður fyrir þannig aðstæður. Einnig er hægt að fá þennan Ioniq 9 sem 6 manna bíl. Þá er ekkert sæti hérna í miðjunni, heldur ertu með 2 kaftinastóla vinstra megin og hægra megin. Það þýðir að yngstu farþegar þessa bíls þeir geta hreinlega labbað hérna á milli þessara 2 stóla til að heilsa upp á systkini sín sem setja aftur í þriðju röðinni. Ekki nóg með það sé bara hellingur af plássi fyrir farþegana sem setja aftur í, heldur fá þeir farþegar líka aðgengi að hituðum sætum og keldu-sætum. Svo eru líka 2 USB-C tengi hérna sem eru 100 watt. Svo eru líka með þetta risastóra panorama þak sem gerir bílinn einstaklega bjartan og þægilegan stað að vera í. Í performance-útgáfunni af þessum Ioniq 9 þá færðu líka sætin með nappaleðri. Svo ef þú fær hreinlega nóg af plássfrikina mömmu og pappa sem setja hérna fram í farþegasætinu, þá getur þú hreinlega fært þau framar, svo þú fáir aðeins meira pláss fyrir fæturnar á þér. Eitt af allra nettasta við þennan bíl, það eru þessar 21 tómu felgur sem koma standard á performance-útgáfunni af Hyundai Ioniq 9. Það sem mér finnst ekstra cool við þessar felgur er það að þær minna mig á BMW Alpinu-style felgur sem komu undir E21 BMW-funum í kringum 1980 eða svo. Eitt af nettasta við þennan bíl, það er þetta hólf hérna. Í þetta hólf getur þú sett símaðinn, ítt á þennan UVC-takka hérna og bíllinn sótthreinsa símann eða það sem þú setur inn í hólfið. Þetta hólf hefði verið einstaklega hentugt í kringum 2020. Hérna í miðjunni erum við með þráðlausa hleðslu fyrir snjallsímaðinn. Einnig er hægt að nota símann sem lykilinn að bílnum. Undir húddinu erum við líka með auka hleðslupláss eða einhverja 88 lítra. Hérna er sennilega best að geyma hleðslukabla eða eitthvað svipað. Í þessu hólfi erum við líka með öryggisnapp sem hægt er að nota ef maður myndir festast óvart hérna undir húddinu. Þá er maður að geta komist út úr húddinu sjálfur. Why? Hliðarspeglarnir á þessum bíl eru myndavélar. Það tók mig smá tíma að venjast þessu af því að staðsetningin á sjálfum speglinum eða skjánum að myndavélinni er á aðeins öðrum stað en venjulegir speglar eru á bílum. Svo tók mér líka smá tíma að venja svona öðruvísi dýftartilfinningu eða fjarlægðartilfinningu en maður fær úr venjulegum spegli.
Hata ég þetta? Nei, alls ekki. Þetta virkar og maður getur vanast þessu eins og öllu öðru. Bíllinn ofboðslega vel hljóðeinangraður og hann ofboðslega hljóðlátur hérna að innan. Hann svo hljóðlátur að ég heyri óþægilega vel í mínum eigin hugsunum. Ástæðan fyrir því hann svona vel hljóðeinangraður svo að hann með eitthvað sem heitir svona acoustic control og það eitthvað inn í þessum hnöppum hérna uppi sem gerir það að verkum að bíllinn geti cancelað út hávaða. Kann ekki útskýra en treysti mér, bíllinn mjög hljóðlátur. Þessi bíll 435 hestöfl og hefur hann einhver 700 Nm að togi. Þó svo að performance-útgáfan af þessum bíl hefur vel rúmlega 100 hestöflum meira en limited-útgáfan af þessum Ioniq 9, að þá dregur hann ekki nema 5 km styttra en limited-útgáfan. Dragnið þessa bíls einhverjir 600 km. Og ef þú ætlar að hlaða þennan bíl og hefur aðgang að 50 kWh hleðslustöð, að þá getur hlaðið hann frá 0 upp í 80% á 109 mínútum. Ef þú kemst í 350 kWh hleðslustöð, að þá getur hlaðið hann frá 0 upp í 80% á 24 mínútum. Að sitja í þessum bíl einkar þægilegt og skiptir í rauninni engu máli hvar þú situr í honum. Það alltaf mjög þægilegt. Fjöðrun í þessum bíl frekar hlutlaus. Ég hef eiginlega ekki tekið mikið eftir henni, sem í rauninni jákvætt. Það þýðir að þetta svona luxus cruiser að einhverju leyti. Þetta bíll sem þú vilt keyra langar vegalengdir í og myndir alveg keyra langar vegalengdir með alla fjölskylduna aftur í. Það 12,3 tommu stafrænt mælaborð í þessum bíl, sem fínt. Þú getur breytt ýmsu hérna í stýrinu upp á það að gera hvað þú sérð í stafræna mælaborðinu. Afþreyingarkerfið í þessum bíl kemur einnig í þessum 12,3 tommu skjá og það bara allt í lagi. Það kannski full flókið fyrir minn smekk, en það sem bjargar þessu kerfi 100% það það að bíllinn kemur með helling að alvöru analóg tökkum til að stjórna miðstöðvakerfum bílsins. Það sem þetta performance-útgáfan af þessum bíl, þá kemur hann með nappaleðri á sætum, hann kemur með rúskinni hérna á innréttingunni eða ofan. Hann kemur einnig með Bose hátalara-hljóðkerfi sem hefur einhverja 14 hátalara og hljómar það einstaklega vel. Farþegar hérna frammi, þeir fá hita í sætum, kæld og nudd í sætum. Þegar maður nota stefnuljósið á þessum bíl, þá kemur lítil myndavél hérna í mælaborðið og sýnir blindapunktin sem maður myndi ekki sjá í gegnum speglana. Svo kemur bíllinn með 7 ára verksmiðjuábyrgð eða 150.000 km, hvort sem maður kemur á undan. Litur bílsins víst eitthvað sem heitir Caledonian Grey, en í mínum augum hefur hann í 90% tilvika verið einhvers konar grænn. Ég veit það ekki, hvað finnst ykkur? Hann grænn eða grár? Í heildina ég ógeðslega ánægður með þennan bíl. Mér finnst hann ofboðslega nettur og væri ég til í þennan bíl alveg í kolsvörtum lit. Það bara eitthvað pínu gangster við það.